Komið sæl, skulum byrja að líta á gervitunglamynd sem var tekin klukkan 2 í dag. Við sjáum hvernig þokan leitaði inn á Vestfirði og nokkuð víða norðanvert landið, inn á firði og dali og kólnaði töluvert í kjölfarið. Til dæmis var 13 stiga hiti hér upp á Þverfjalli á Vestfjörðum á meðan það var einungis 5 til 8 stiga hiti niður á fjörðum í þokunni. En svona þoka er mjög grunn, hún nær kannski 100-200 metra upp fyrir sjávarborð, þannig að þetta nær bara rétt upp í svona lægstu hlíðar áður en maður kemur upp á þokunni. En við skulum þá skella okkur hérna yfir á stóra Atlantshafskortið og skoða þróunina til annars kvölds, og við sjáum loksins að þessi hæð hér suður í hafi, hún ætlar loksins að komast eitthvað áleiðis til okkar, en það er hæðin farin af stað hérna norður og síðan fer hún aðeins austur yfir Jan Mayen og svo skríður hún hérna suður og verður yfir Færeyjum annað kvöld. En á meðan þá er lægðin að lauma sér hérna í farið hennar og hún kemur síðan til okkar á fimmtudag. En á hitasviðinu þá sjáum við að það hefur ósköp lítið breyst hjá okkur, að hæðin heldur okkur inn í hlýjaloftinu meðan að þessi kalda tunga leitar hérna niður, og það mun kólna nokkuð hraustlega í Skandinavíu í kjölfarið og nokkuð víðar, og þetta er eitthvað sem stendur í 2-3 daga hjá þeim í það minnsta. Á meðan höldum við áfram inn í svona til þess að gera hlýjum loftmassa. Það verður heldur svalara heldur en hefur verið hjá okkur á undanförnu, en samt ágætis veður. Og svo er þetta þróun þá í kvöld, nótt og í fyrramálið, að það er svona að sjá að þoka gæti læðst inn nokkuð víða með ströndum, og í fyrramáli gæti hún legið við ströndina nokkuð víða ef að þessi spá er rétt, en þessi líkon hæga erfitt með að ná þokunni nákvæmlega, þannig að það er ekkert endilega víst að verði þoka þetta víða, þó að spáin gerir nú ráð fyrir því. En hádegi á morgun þá svona hefur sólin farin á það að bræða af sér nokkuð víða og hitinni farin svona að skríða upp á við. Það er einna helst hérna suðaustan til, þar sem að andar hægri austanátt, að það gæti verið skýjað, lágskýjað eða jafnvel þokuloft. En á öðrum stöðum verður nokkuð bjart og fallegt veður, sérstaklega inn til landsins. En þetta verður þá líklega síðasti dagurinn í bili sem verður svona bjartur, því að við sjáum það hér þegar það kemur fram á fimmtudagsmorgun. Hér eru við annað kvöld og svo teiknar hérna upp svona smá saman, og við sjáum hér skilin koma úr suðvestri frá læðinni sem við vorum að horfa á áðan, og þau svona hádegisbil á fimmtudag, þá verða þau hérna rétt vestur af landinu. Það verður ágætis veður fyrir norðan ennþá, en líklega verður hafgola og gæti læðist inn þoka á Norðurlandi, en á Héraði verður líklega hæg sunnanátt og þá einna hlýjast á þeim slóðum. Hins vegar verður ekkert sérstaklega háar hitatölu, svona með við árstíma þá er þetta ágætis hiti, en ekki með það sem við höfum haft að undanförnu. Og síðan áfram þróunin yfir til föstudags að skilin koma hér yfir land. Það rignir svona þokkalega úr þessu hérna vestan til, og svo færist mesta úrkoman hérna suður með Austurlandi. Suðausturlandi vildi ég hafa sagt, en í kjölfari kemur svona slitrótt suðlæg átt og úrkoman verður ekki samfelld, en það verður nú víða einhver smá væta, þó einna minnst á norðausturhorninu. Þetta gæti að vera í staðinn í kringum hádegisbil á föstudaginn. Það er svona 7-8 stiga hiti norðvestan til og upp í 12-13, gæti náð að fara aðeins hærra á Norðurlandi, en þetta er svona dálítið mikil breyting frá því sem verið hefur. En eins og áður sagði, þá verður úrkoma frekar slitrótt, en á laugardaginn þá er hins vegar mun minni, með við nýjast spár, þá er mun minni úrkoma, en þó er viðbúið að verði nú einhverjir dropar hérna vestan til líka, en það verður þó allavega skýjað allt land, og líklega sjáum við nánast hvergi til sólar, en svona er þetta bara. Það verður að taka því eins og hverju öðru að sólin skín ekki alla daga hjá okkur. Ef við færum okkur síðan til Evrópu, þá er þessi lægð hér yfir Suður Svíþjóð sem gefur smá úrkomu hérna nokkuð víða, en svo erum við með þetta kröftuga skúraloft, þrumur og eldingar í þessu nokkuð víða hérna í svona yfir Ölpunum og í fjallgörðunum hérna í Suðaustur Evrópu, en Íberíuskaginn er svona nokkurn veginn að hreinsa af sér, og hitatölur á uppleið og svona komnar í Sevilla yfir 32 gráður. Kanarí á morgun, ljómandi veður, norðanátt, léttskýjað nánast alls staðar og hiti svona 23-28 stig. Og ef við færum okkur svo vestur haf, þá erum við með lægð hér austan við vötnin miklu og nokkuð úrkomu samt á þeim slóðum, en annars er orðið bjart hérna víða sunnan og vestan við þessa lægð, en svalara hérna norðan við, en annars eins og áður segja mjög gott veður hérna í suður og vesturíkjunum. En við látum þetta gott heita þessu í þetta sinn, verið þið sæl.